Góða kvöldið, systir María Luisa. Spurning mín vaknar út frá Biblíunni og ég ætla að lesa í önnur Mósebók, kafla 4. Ég byrja á versi 9 og það segir, en ef þeir vilja hvorugu þessu jafntekni trúa eða skipast láta við orð þín, þá skalt þú taka vatn úr ánni og ausa því upp á þurrt land og mun þá það vatn ef þú tekur úr ánni verða blóði á þurrlendinu. Vegna tímans ætla ég að fara yfir í vers 11, þar sem segir, en Drottinn sagði við hann, hver gefur manninu málið, eða hver gjörir hann mállausan eða daufan eða skygnan eða blindan? Er það ekki ég, Drottinn, sem gjöri það? Far nú, ég skal vera með munni þínum og kenna þér, hvað þú skalt mæla. Í Biblíunni eru einnig önnur dæmi aðstæður sem virðast eins og fólk sé að efast eða spyrja Drottinn. Til dæmis Jónas, þegar Drottinn gaf honum fyrirmæli að fara og prédika svo fólkið iðraðist. Þá varð Jónas reiður og á vissan hátt setti hann spurningamerki við það sem Drottinn sagði. Í önnur bók Mós, kafla 4. Ég myndi ekki segja að hann hafi efast. Ég myndi ekki segja það. Það var engin efasemd af hálfu persónunar eða spámannsins. Varðandi Mós, þegar við byrjum að lesa Biblíuna, sjáum við að eftir flóðið segir að einu eftirlifendurnir voru Nói og fjölskylda hans. Á þeim tíma voru þeir ekki vanir að lifa slíkar reynslur með lifandi Guði. Þannig talaði Guð á þeim tíma við ættföðurinn eða gaf honum sýnir eða einhvers konar opinberun og kendi honum boðorðin og ættfaðirinn miðlaði því áfram munnlega til barna sinna og barnabarnanna. Það var ekki þessi reynsla af því hvernig Guð talar eða hvernig lífið með Guði er. Sú reynsla var ekki til staðar. Þegar sagt frá Mós, þegar Guð valdi hann, talaði Guð við Mós og sagði: Þú átt að fara til Egyptalands og tala við konunginn og segja honum að sleppa fólki mínu. Þá var Móse kvíðinn, því hann var ekki vanur, hann hafði aldrei talað við Guð. Hann hafði ekki þessa reynslu sem við höfum í dag. Í dag, þegar Guð segir við einhvern, ég mun lækna þig, trúir manneskjan því. Veistu af hverju? Vegna þess að það hafa verið hundruð eða þúsundir manna sem hafa læknast. Eða þegar Drottinn segir: Ég mun senda þig á fjarlægan stað og þú munt ferðast og þar munt þú starfa og þjóna mér, þá trúir manneskjan því hún hefur heyrt að margir hafi farið og að Guð hafi sendt þá og notað þá. Þannig vitum við í dag að þetta er satt, því við höfum séð það í reynslunni og þess vegna efast við ekki. En Móse hafði enga slíka reynslu. Þegar Guð segir honum að fara og tala við konunginn, sem var mjög erfitt á þeim tíma, var það ekki eins og í dag þar sem það er auðveldara að tala við forseta en þá að koma fram fyrir konung. Þess vegna var Móse hræddur og sagði: Drottinn, hvernig sendir þú mig til konungs, þegar ég kann ekki að tala? Ég kann ekki að tjá mig. Ég er feimin og orðfáð. Hvernig á ég að tala við konunginn? Hvað á ég að segja? Móse var að bregðast við sem venjuleg manneskja. Þá gaf Drottinn honum lausn og sagði: Þið, ekki hafa áhyggjur, ég mun senda Aron, bróður þinn, því hann kann að tala og tjá sig. Þú segir Aroni hvað á að segja og ég mun styðja þig og Aron mun tala, þar sem Móse hafði ekki enn séð mörg kraftaverk, hafði hann þennan ótta. Hann vissi að ef hann færi til konungs gæti hann verið drepinn. Þá gaf Drottinn honum tákn, þegar hann gaf honum fyrirmæli að leiða fólkið út úr Egyptalandi. Þar sem Móse var hræddur, gat hann ekki trúa því sem Guð sagði. Drottinn gaf honum þá tákn og sagði: Settu hönd þína í barm þinn, og þegar hann gerði það, breyttist það í snák og snákurinn elti Móse. Hann varð skelfingu lostinn. Þá sagði Drottinn aftur: Settu hönd þína aftur í barm þinn, og þegar hann gerði það, var snákurinn aftur að stafnum sem Móse hafði haft. Þannig var stafurinn að snáki og síðan aftur að venjulegum staf. Þá segir Guð við Móse, og þó það sé ekki skrifað, getum við ímynda okkur að hann hafi sagt: Sérðu? Sérðu að stafurinn varð að snáki og þú flúðir undan honum, en nú er hann aftur orðinn stafur? Sérðu að ég er máttugur? Allt sem ég býð þér að gera, það er ég sem geri. Ekki þú, heldur ég sem hef máttinn. Ég er Guðinn sem skapaði himinn og jörð, þess vegna skaltu ekki efast, ekki óttast, treystu, trúðu því að allt sem ég býð þér að gera, því munt þú flýða. Við ímyndum okkur að þetta hafi getað gerst svona. Með þessum táknum og þessum sýnum gaf Drottinn honum mörg merki og þess vegna sagði hann síðan: Drottinn, sendi einhvern betur undirbúinn,
Því hvernig ætlað þú að senda mig til konungs, þá segir Drottinn við hann, þú munt tala til Arons. Í versi 15 segir: Þú skalt leggja orð mín í munn hans, og ég mun vera með munni þínum og með munni Arons. Drottinn segir: Ég mun vera með munni þínum svo að þú talir við Aron, og einnig, ég mun vera með munni Arons þegar hann talar við konunginn, og ég mun kenna ykkur hvað þið eigið að gera. Hann segir, hann mun tala fyrir þig við fólkið, og við konunginn, hann mun vera þér í stað munns. Og þú munt vera honum í stað Guðs. Þetta var skipunin. Og síðan segir hann, taktu þennan staf, með honum muntu gera kraftaverkin. Með þessum staf munt þú gera kraftaverk, og upp frá því byrjaði Drottinn að gefa Móse mörg tákn svo að hann trúði, því hann hafði enga reynslu af því að tala við lifandi og máttugan Guð. Þess vegna getum við ekki dæmt Mós og sagt að hann hafi verið trúlaus eða óhlýðinn, nei. Það var einfaldlega ekki til staðar þessi reynsla, og hann óttaðist að gera mistök. Sama gerðist með Jónas. Hvað gerðist með Jónas? Hann var spámaður og hann hafði heyrt að konungar Ísraels og Júda, þegar þeir voru vondir, létu drepa hina sönnu spámenn. Því sannir spámenn ámyndu þá, leiðréttu þá og hvöttu þá til að snúa sér frá synd og iðrast og leita Guðs, annars myndi Guð refsa þeim. Þetta voru boðskapir sannra spámanna. En konungarnir urðu reiðir, þeim líkaði ekki þessi boðskapur og þess vegna vildu þeir drepa spámenn Guðs. Jónas vissi þetta. Þegar Drottinn segir við Jónas að fara til Níníve og boða að þeir eigi að iðrast því borgin myndi eyðast, sagði Jónas, nú er dagur dauða míns kominn. Því ef ég fer og tala við þetta fólk og Guð sýnir þeim miskunn og eyði þeim ekki, þá verð ég talin legari. Þeir munu leita mín til að drepa mig. Hvort sem er, þá munu þeir drepa mig fyrir að segja þeim að iðrast því borgin myndi eyðast. Þannig var þetta ekki efasand, heldur raunveruleiki sem hann lifði. Hann hafði séð hvernig spámenn Guðs voru drepnir. Hann hugsaði, nú er ég næstur, þess vegna varð hann hræddur og faldi sig og vildi ekki fara. En Guð neyti hann. Við þekkjum söguna. Guð neyti hann og hann fór og boðaði. En fólkið iðraðist sem Jónas hafði ekki búist við. Þegar Jónas sá að Guð eyddi ekki borginni, sagði hann, sjáðu, Drottinn, þetta var það sem ég sagði. Þú myndir iðrast á síðustu stundu og nú stend ég eftir sem legari, nú munu allir segja að ég sé falskur spámaður og þeir munu leita mín til að drepa mig. Ég verð talin legari vegna þess að þú er miskunnsamur. Þess vegna vildi ég ekki fara, sagði Jónas, því þú ert miskunnsamur og iðrast á síðustu stundu, þá gaf Guð honum dæmi með plöntunni til að kenna honum miskunn. Það var mikill hiti, eins og í eyðimörk, og Jónas leitaði skjóls undir plöntu sem verndaði hann fyrir sólinni. Og svo segir að allt í einu kom ormur og át plöntuna, og þá var hann berskjaldaður í steikjandi sólinni, þjáðist, var reiður og sorgmættur vegna þess að plantan þornaði. Þá segir Drottinn við hann, og þú finnur til miskunnar með plöntu, er það ekki? Þú ert sorgmættur og reiður vegna þess að plantan þornaði. Og ég sagði við Drottinn, og á ég þá ekki að finna til sorgar yfir því að eyða öllu þessu fólki sem iðraðist og kallaði til mín, og ég fyrirgaf þeim, þá skildi Jónas. Hann sagði, já, Drottinn, þú hefur rétt fyrir þér. Ef ég fann til miskunnar með þessari plöntu, þá munt þú enn frekar sína miskunn gagnvart heilu fólki. Drottinn, þú kendi mér. Ég lærði leksíu. Framvegis mun ég hlýða öllu sem þú skipar mér. Líklega sagði hann þetta. Þetta ímyndum við okkur, en það hlýtur að hafa verið svona. Þegar við öðlumst reynslu, þá fullkomnum við okkur smám saman í andlegu lífi, við leiðréttum mistök og bresti, og þegar Guð gefur okkur reynslu, segjum við, Drottinn, framvegis mun ég hlýða þér. Ég mun ekki falla aftur í þetta, því vegna óhlýðni minnar, vegna þess að ég skildi ekki, kom refsing. En nú veit ég að ég mun hlýða og trúa. Þetta er það sem við gerum. Þetta er það sem Jónas gerði. Þannig var engin efasemd. Vildi þú nefna fleiri personur sem efuðust, systir? Eða aðeins Jónas? Í dag getum við ekki sagt þetta, því við höfum séð margar reynslur þar sem Guð hefur talað við fólk, blessa það, reist það upp, kennt því og gefið því allt. Þetta eru dæmin sem við höfum, þannig að við eigum ekki að efast. Ef Drottinn segir eitthvað, þá er það Guð sem talar. En í dag höfum við einnig óvin innan safnaðarins, er það ekki? Þið viti hver þessi óvinur er sem stundum notar einhver til að blekkja okkur.
Það er mögulegt að djöfullinn komi inn, því í söfnuðinum eru margir nýir, fólk sem kemur í fyrsta sinn, fólk sem hefur ekki skilið. Sumir koma og trúa ekki, eins og þeir hafa ekki Guð. Og þá segir djöfullinn: Þessi er tilbúinn, ég mun nota hann til að blekkja þann og hinn, þannig getur það gerst að djöfullinn noti einhvern sem hefur ekki kenninguna, sem hefur ekki snúið sér til Guðs. Heldur kemur aðeins af því að honum finnst það fallegt. Djöfullinn getur notað slíkan einstakling til að blekkja aðra. Innan safnaðarins getur því líka verið að blekkjandi andar taki yfir einhvern til að blekkja okkur með spádómi eða draumi eða sýn. Einnig er mögulegt að við sem menn verðum svo tilfinningarík að við ímyndum okkur hluti. Og þá talar maður út frá eigin tilfinningum og gefur rangt orð til einhvers. Þetta getur gerst. Til að forðast þetta verðum við að vera einlæg gagnvart Guði. Ef við erum einlæg og elskum Guð og viljum þóknast honum, þá mun Guð ekki leyfa að djöfullinn blekkja okkur, né að tilfinningar annarra blekkja okkur. Guð mun venda okkur og hjálpa okkur að opna augun og sjá villuna í tíma. Ef rangt orð kemur, eitthvað sem ekki er frá heilugum anda, og einhver segir: Þú munt ferðast og gera þetta og heitt, og kaupa hús við sjávarsíðuna, þá sér Guð, ef ég er einlæg, að verið er að blekkja mig. Drottinn lætur mann finna það innra með sér að opna augun og átta sig á að þetta sé ekki rétt. Kannski er það sem mér var sagt ekki rétt. Þá myndi ég ekki efast né segja neitt, heldur segja: Drottinn, ef þetta er þitt orð, þá mun það rætast. En ef það ert ekki þú, heldur tilfinningar einhvers eða blekkjandi andi, þá mun það aldrei rætast. En Drottinn, mitt hlutverk er að fylgja þér, lesa Biblíuna, breytast, umbreyta. Ég vil breytast, ég vil losna við mín mistök, ég vil þóknast þér í öllu og gera þinn vilja. Þess vegna vona ég að þú hjálpir mér að ná árangri í andlegu lífi mínu og ég verði ekki blekkt af neinum né neinum. Þetta er baráttan sem við öll eigum eða höfum í daglegu lífi okkar. Ef systirinn segir að hún hafi fengið spádóm og hún er viss að hann sé frá Guði, þá mun hann rætast einhvern daginn. Ég má ekki segja: Ég á þetta ekki skilið, ég get þetta ekki, ég er ekki fær þetta, nei, ég myndi aldrei segja það. Ég myndi segja: Drottinn, ef þetta er þitt orð, þá mun það verða svo, ég þegi og held áfram á vegi mínum, held áfram að leita Drottins. Ef þú talaðir, þá mun það rætast einn daginn. Ef ekki, þá held ég áfram og vona hið besta frá þér. Þetta á að vera líf okkar. Mér finnst gott að tala við bræður og systur af hreinskilni, svo að óvinurinn komi ekki og blekki okkur. Ég legg áherslu á að við séum varkáð, því jafnvel innan safnaðarins getur óvinurinn komið og blekkt. Minnumst þess sem Drottinn Jesús Kristur kendi. Hann sagði dæmisögu að sá var hveiti í akur, en djöfullinn kom og sáði illgresi meðal hveitisins. Þá spurðu þjónarnir: En Herra, við sáðum hveiti, hvers vegna kom þá illgresi? Og þeir spurðu: Eigum við að rífa það upp og brenna það? En Drottinn sagði: Nei, gerið það ekki, því þá gætu þið líka rifið upp hveitið, látið hvort tveggja vaxa saman þar til uppskeran kemur. Þá mun Guð safna hveitinu í hlöðuna og illgresi verður brennt þegar uppskerutíminn kemur. Þetta er líkingin söfnuðinn. Í söfnuðinum getur djöfullinn komið inn í hjörtu sem eru ekki einlæg og sáð illgresi. Við verðum öll að halda áfram og leitast við að breytast. Við vitum ekki hver er hveiti og hver er illgresi, en við vonum að við séum öll hveiti. Ef það er illgresi, þá eigum við að láta það vera og frekar vera vitur, læra kenninguna og elska Guð, svo Guð varðveiti okkur frá illgresinu. Þannig er andlegt líf okkar innan safnaðarins. Við eigum ekki að dæma né velta fyrr. Er okkur hver sé hveiti eða illgresi? Hvað heldur þú að þú sért? Hveiti eða illgresi? Við eigum ekki að hugsa þannig. Við eigum öll að líta á okkur sem hveiti og elska Guð. Vonum að Drottinn leyfi ekki að illgresi komi inn í söfnuðinn. Við höfum lært fallega og dýrmæta hluti. Vona að þetta verði deilt svo að aðrir geti líka lært. Jæja, systir, spurningin þín var mjög áhugaverð.